Sérstæða háhitasvæði á Íslandi felst í mörgum atriðum má segja. Það eru margar fágætar myndanir þarna, bæði jarðhitamyndanir og svo aðrar jarðminjar. Þetta eru ekki mörg svæði, þetta eru 20 svæði á Íslandi eftir því hvernig maður telur. Sum þessar svæða eru einstök á heimsvísu, það eru engin önnur sambærileg svæði. Það er til dæmis ekki neins staðar annars staðar háhitasvæði í móbergi. Þegar við íhugum sérstöðu jarðhitasvæða og sérstaklega út frá lífríki, að þá erum við yfirleitt að tala að jarðhiti á yfirborði er á mjög afmörkuðu og oftast á litlum svæðum og ef ekki blettum. Og í sjálfu sér þá er þetta sjaldgæf búsvæði sem þarf að vernda og passa upp á, og þetta á við hvort sem við erum að horfa til landsvísu eða á heimsvísu. Það er búið að raska sumum þessara háhitasvæða hérna á Íslandi og mjög mismikið, og þar er aðalega tvennt sem kemur til. Það er annars vegar nýting jarðhita, bæði boranir og eins nýting bara á heitu vatni, og síðan er það ferðamennska eða bara átróðningur og umgengni fólks. Nýting jarðhita hefur áhrif á jarðhitakerfið sjálft. Þessari nýtingu fylgir alls kyns annað rask, það eru borplön og vegir og lagnir og línur sem að raska þá svæðinu almennt séð. Ef maður hugsa til þess gróður sem er að finna á jarðhitasvæðum, þá er þessar sérstöku aðstæður sem þar er að finna hafa skapað sérstaka tegundasamsetningu, og við höfum verið að skilgreina gróðurfélög á jarðhitasvæðum Íslands. Og það eru þessi sérstöku hveragróðurfélög sem finnast þar. Einnig vaxa þarna tegundir sem hafa aðlagað sig þessum sérstökum aðstæðum. Við eigum bæði mosategundir og háplöntutegundir. Einna algengast held ég að megi segja að sé naðutunga sem að flestir þekkja, en má nefna eins og flóajurt eða vatnsnafla. Ferðamennska, það raskar þessum svæðum með bara átróðningi. Traðka á hverarhúðri og útfellingum og öðru slíku sem að skemmist, og svo jafnvel líka alls konar öðrum æfingum, svo sem að henda sápu eða grjóti og torfi í goshveri til að láta þá gjósa, eða grafa skurði í hveraskálar til að lækka vatnsborð svo þau gjósi frekar, og ýmsar svona æfingar sem að raska þessum svæðum. Á jarðhitasvæðum þá skapast aðstæður sem eru sérstakar eða öðruvísi en er að finna í Köldulandi, og rask hvers konar hefur áhrif á þessar aðstæður. Og það eru jú þessar jarðhitategundir sem hafa aðlagað sig að þessu sérstöku aðstæðum og finnast ekki fyrir utan þessi svæði. Og ef að það verða einhverja breytingar, þá erum við farin að stefna í hættuð búsvæði þessara tegunda og bara hætta á að þau hverfi, og jafnframt þá þessar jarðhitategundir. Þetta getur verið breyting á grunnvatninu sem að tengist mjög þessum gróðri sem þar er að finna, og svo náttúrulega ekki síst þetta traðk sem er vegna ágangs mannsfólksins og þá þessar breytinga eða aukningar sem er í ferðamannaiðnaðinum hér á landi. Verndargildi háhitasvæði er náttúrulega mjög hátt, kannski einhverjum sérlagi vegna þess að þau eru tiltölulega mjög sjaldgæf, bæði hér á landi og raunar alls staðar í heiminum. Þau eru auðvitað verðmæt líka vegna þess að það er mjög gaman að fara þau stimúlera öll skynfæri okkar, bæði litadýrið mikil og lyktin, brennsteinslyktin sérstök, og hvæsið í gufuaugunum og sullið í leirhverunum. Þetta er auðvitað allt veitir mjög sérstaka upplifun að fara háhitasvæði, þannig að þess vegna er náttúruverndargildið náttúrulega afar hátt. Sökum sérstöðu háhitasvæðanna okkar er gríðarlega mikilvægt að við stöndum vörð um þau, og ábyrgðin er okkar sjálfra. Þetta er ekki síst mikilvægt í ljósi þess að fleiri og fleiri ferðamenn koma nú til landsins. Hvernig gerum við þetta? Já, ein leiðin er að byggja upp innviði, til dæmis palla og stíga. En við megum heldur ekki gleyma því að sum svæði eru einfaldlega þannig að innviðir myndu eyðileggja það aðdráttarafl sem að ósnortin náttúra gefur þessum svæðum, og þess vegna er mikilvægt að takmarka frekar ferðamannastraum inn á sum þeirra.